Völva vikunnar horfir þungbúin á komandi ár og spáir því að bæði ríkisstjórn og meirihlutin í borginni springi með hvelli á næsta ári. Völva vikunnar spáir stjórnarslitum ríkis- og borgarstjórnar, fjármálakreppu og eldgosum á næsta ári og dauðsfalli tveggja þekktra einstaklinga. Óhætt er að segja að Völvan sé nokkuð svartsýn á komandi ár. Lára Ómarsdóttir. Völva vikunnar hefur hver áramót reynt að spá fyrir hvað nýtt ár beri skauti sér. Á því engin undantekning í ár en nú hún svartsýn. Segir árið 2008 verða ár hamfara og stjórnarslita. Völvan spáir gosum og skjálfta og sér meðal annars titring við hálslón. Hún sér ófrið á stjórnarheimilinu, segir hrykt í samstarfi Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks. Sjálf hún ekki hissa þótt allt springi í loft upp og boðað yrði til nýrra kosninga. Þá muni vinstri stjórn taka við. Völvan fellir einnig palladómum ráðherrana. Finnst formenn stjórnarflokkana, þau Geir Haarde og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, hafa slæleg tök á fólki sínu og býst við deilum viðskiptaráðherra. Þá á hún vona á að heilbrigðisráðherra verði fyrstur í þeim stól til að koma smá skikkan á heilbrigðiskerfið en að storma samt verði Jóhönnu Sigurðardóttur og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir þurfa að hugsa vel heilsuna. Þá Völvan heldur ekki bjartsýn á samstarfsvilja meirihlutans í borgarstjórn og yrði ekki hissa þótt ráðhúsið skilvi og meirihlutinn springi. Þegar kemur að viðskiptalífinu sama sagan upp á teningnum. Svartsýni og aftur svartsýni og sér Völvan fyrir hrun peningamarkaðarins og fjármálakreppu. Jafnrétti Völvan stuttorð, segir að það muni aukast með tímanum en hafi farið út í vitleysu og öfgar. Þá efast Völvan að Sundabrautin komist upp á meðan hún lifir en aldur Völvunar raunar ókunnur.